Herri, ég ætla sem sagt að fara með ykkur í gegnum öndunaræfingu sem ég tek oft og þetta er boxöndun og það eru til margar tegundur af boxöndun og það sem margir kannski þekkja vel er boxöndun þar sem við erum að anda 4, 4, 4, 4, sem sagt við öndum að 4, höldum 4, frái 4 og höldum í 4. En ég tek aðeins öðruvísi boxöndun að því að ég er að reyna líka að fá sem sagt parasympatíska taugakerfið til að virkjast betur. Þannig að boxöndunin hjá mér er þannig að við ætlum rólega að anda að á 6 og við ætlum að halda í 4 og við ætlum að anda frá á 8 en við lengjum frá öndunina en við höldum í 4 og tökum 4 þannig umferðir. Þannig að ef þið getur notað nefið í innöndun og fráöndun þá gerum við það, annars andið eins og ykkur líður sem best. Og líka reyna að passa þegar við erum að halda, þannig að þegar ég anda að og halda, að reyna að vera ekki með spennu. Að ég ætla að reyna að gefa eftir inn í það að halda. Og svo anda ég frá, tæmi, sama þar, ég ætla að reyna að slaka og halda í 4. Þannig að þegar þið eru tilbúin, þá bara tellið á ykkar hraða, þannig að innöndun, hægt og rólega, á 6. Þar stoppa ég, held í 4. Og svo að frá önduninni þá lengi hana örlítið og tæmi á 8 og held þar í 4 og svo endur tek ég aftur. Og reyna bara að finna að þegar við erum að taka innöndunina að við séum ekki andað það mikið að og stoppa að við höldum spennu þannig að passa axlir séu slakar. Og við náum að halda í mýktinni og svo þurfum við öndum varlega frá. Þá reynum við að tæma alveg, stoppum þar og aftur að passa að spenna okkur ekki upp þegar við höldum. Og reyna að hlusta bara hér á hjartslátinn ef við getum. Reyna að tengjast þegar við höldum, finnum við kannski taktinn betur í hjartslættinum. Og sjá hvort við finnum þarna mun á innöndun og fráöndun. Og líka gott líka að fylgjast aðeins bara með hér svona spennunni í líkamanum. Hvert hugurinn fer, hvort við fáum einhvers staðar lendingu. Og finna svo bara þegar við erum búið með þessa 4 andadrætti að leyfa okkur að halda augunum aðeins lokuðum og taka kannski svona 2-3 bara ykkar eðlilega andadrátt áður en við opnum augun. Og bara aðeins að gefa okkur tíma til að taka eftir svona hvað þið finnir innra með okkur og hvernig ykkur líður þegar við erum búin að fara í gegnum þessa dásamlegu boxöndun.